Við skulum skoða hérna í verkefni 4 hvernig NAND minnistátturinn virkar og hérna höfum við sem sagt NAND minnistátt, en það sem hefur breyst að set ingangurinn að ofanverður, sem sjáum hérna, S ofanverður, breytum við sem sagt rofunum þannig að það S-ið sem skiptir hérna efri inganginum og eða gefur sambandinu á efri ingangin og resetið hérna neðanverðu. Og hér ekki lengur sama virkni og í NOR flip-flopnum, því að hérna það 0 sem skiptir minnistættinum. Og ég ætla að setja hérna fyrst í endursetningarstöðuna. Það þá S með háttgildið, hann rauninni í hvíldarstöðu, S-ið, og R-ið í lággildi og þess vegna setjum við hann í reset með því að R-ið er 0 og 0-ið setur hann út aðalútganginn í lággildi. Setjum við í gang og þá aðalútgangurinn Q, hann í lággildi og andhverfi útgangurinn með háttgildi. Síðan setjum við aftur hvíldarstöðu og þá hár á báðum. Þetta mjög ruglandi til að byrja með, maður skilur ekkert í þessu af hverju háttgildi hvíldarstaða, jú það vegna að þá ekkert að gerast. Í NAND-i þá skiptir í lággildi, breytir stöðuna á útgangi með þessum minnistætti. Núna kveikjum við á aðalútganginum með því að setja 0 á S-ið. 0 hérna á S-ið, þá verður útgangurinn hár. Vegna þess að við setjum 0 hérna inn á inganginn á NAND-hliðinu, þá verður útgangur á venjulegu grunnhliði and, lár, sem að neitunin breytir í háttgildi. Þess vegna fá háan hérna út og hár gefur okkur háan á venjulegt grunnhlið and eftir neitunina breytist í 0. Og þetta 0 hérna heldur minnistættinum í þessari stöð, hann man stöðuna, 0-ið á andhverfa útganginum, kemur hérna inn á neðri inganginn á NAND-hliðinu, efra NAND-hliðinu, þannig að 0-ið, það tryggir það að það verður háttgildi á þessum útgangi hérna, Q-nu. Ef við skoðum hérna áfram, setjum hérna S-ið í hvíldarstöðu aftur, þá man hann stöðuna og að lokum þá slökkvum við á Q-inu með því að setja 0 á R-ið, 0 á R og setjum við aftur í hvíldarstöðu, hátt á báða og hann man stöðuna líka. Síðan kemur óæskileg staða. Óæskileg staða þegar að 0 bæði á set og reset á NAND flip-flopi, NAND minnistætti. Og þá taka útgangarnir háttgildi, stöðuna háttgildi á bæði Q og Q0. Þá sjáum við það hér. Hér háttgildi. Og þá bara að skoða púlsarlínuritið. Hérna staðan þannig að R fyrst í hágildi og S lágt, þannig að við þess vegna við byrjum á að hafa Q-ið í hágildi. Þess vegna strax kveikt á aðalútganginum hérna þegar við byrjum á púlsarlínuritinu. Ef við skoðum hérna púlsarlínuritið fyrir NAND, þá lítur það svona út að við byrjum á Q í háttgildi. Settið var í lággildi og R-ið var í hágildi. Þetta var, hérna R-ið í hágildi og þannig að Q-ið í háu. Það sem gerist næst að S-ið fer aftur í hvíldarstöðu háttgildi hérna, það gerist ekki neitt, sama staðan og svo fer aftur í lággildi og reyndar hérna kemur það aftur upp hérna
og á meðan R-ið alveg stanslaust í hágildi. Meðan að S-ið komið hérna í háttgildi í hvítastöðu þá fer R-ið í láttgildi hér og þá skiptir hann útgangi, það verður 0 á Q-inu og Q0 verður hár hérna eins og við sjáum hérna. Síðan koni R-ið fer aftur í háttgildi, þá koni hingað. Síðan kemur S-ið í láttgildi hér og þá skiptir hann sig aftur, aðalútgangur Q verður hár og síðan verður S-ið hátt og R-ið verður líka láttgildi. S-ið láttgildi hérna, R-ið var í háu og R-ið fer í látt hérna og þá kemur óæskileg staða og það varir þangað til að ætli S-ið fari ekki í háttgildi hérna. Ég held að svo sé. Já, S-ið fer í háttgildi hérna og fer svo aftur í láttgildi hérna og meðan R-ið í lággildi allan tíman. Skoðum það að S-ið fer í hvíldastöðu þannig að þá hættir óæskilega staðan hérna á þessu tímabili hérna á milli. Ég ætla að setja S í háttgildi, býtum við, ég þarf að ná því hérna. S-ið fer í háttgildi, þannig að Q-ið það slokknar á því hérna á þessu tímabili hér. Síðan kemur aftur S í láttgildi og þá kemur aftur upp óæskileg staða, hár á báðum og þar til að R-ið fer í háttgildi í hvíldastöðu og þá verður bara Q með háttgildi og Q0 með láttgildi og þannig klárast það púsa línuritt. Þannig að þá erum við búin að skoða NAND flip-flopin en það sem við getum gert í viðbót við þetta, það að bæta við, samkvæmt verkefninu, neitunum fyrir framan hérna í lið 2-3, neitunum fyrir framan NAND flip-flopin og sjá hvernig virknitaflan breytist við það. Í rauninni, það sem að breytist það að nú það ekki lengur láttgildi sem að skiptir honum, heldur háttgildi því að við snúum merkinu við. En óæskileg staða verður hins vegar alveg eins á útgöngun en á inngöngum það þegar hátt væri á báðum og þá hár á báðum útgöngum samt sem áður. En þessi staða hérna breytist algjörlega vegna að hún snýst algjörlega við því að setjum við þessar tvær neitanir inn í. Þetta í rauninni getum við þá gert bara með því að setja þessa virknitöflu hérna undir þessa mynd hérna og breyta snúa öllum merkjum á inngöngunum við. Þá erum við búin að lýsa því hvernig þessi rás vinnur. Svo, þá virkar þetta í rauninni á mann eins og þetta væri NOR flip-flop, en þetta ekki NOR flip-flop, heldur NAND flip-flop með neitunum fyrir framan. Þannig að háttgildi hérna á R-inu resetta flip-flopin, endursetur hann, og síðan setjum við Q í háttgildi með því að setja hátt á S og svo hvíldastaðan 0 á báðum og við slökkum á Q-inu með háu á reseti og óæskileg staða þannig að það hár allstaðar
bæði á inngangum og útgangum þegar við erum með þessa tegund af NAND flip-flopnum. Já, þá segjum við erum búin að skoða hérna NAND flip-flopin í verkefni 4.